Nei, ég var bara eftir að íta á start, ég bara var að spyrja það hvort þeir væri klárir. Ég býð bara til svari. Let's go. Já, start. Ég er búinn að, það er coin toss. Jæja, þá erum við komin í leikinn. Góða kvöldið. Við erum hérna mætt, ég er mættur einn hérna að kasta. Náðist ekki að fá kókastir. Þetta er sem sagt liðin Get Me Out. Annars sagt sem Ingvarstak á móti Hafliðinu eða Hafliði Junior Carrier Feed. Og já, það eru fyrstu pick hérna, Kotl first pick frá Dyer. Mjög meta pick svo sem. Bönnin eru Bönnin eru Klinks, Magnus, Jakiro og Chaos Knight. Klink svona einna sterkustu karriðanum. Annars, já. Magnus, já, mér veit nú ekki alveg á hvernig þetta Magnus bann var endilega eimað, en Jakiro's Chaos Knight, já, Jakiro er svona Ísland special náttúrulega. Og það eru nokkur Chaos Knight spilar hann á Radiant sem eru hansi spooky. Það eru first pick Nyx og AA fyrir Radiant. Líklega eitthvað blanda af 5 og þristi eða 5 og fjarka. Eða eitthvað hérna, eitthvað skemmtilegt. Sjáum til hvernig draftið þróast. Nú, í gær þá var Get Me Out með mjög creative picks. Þeir voru með þannig Warlock Ás, held ég. Sem er buffuð upp bara með alls konar einhvernum spellum, power og hérna Surge og eitthvað dóti. Virkaði vist mjög vel. Og þannig kemur Warlock bannið. Já, Jakiro er náttúrulega auðvitað hérna. Já, það er Hobo Harry hérna. Sem maður spila náttúrulega bara nokkrar hetjur. Blessaður. Já, viltu ekki bara kasta með mér? Ég hef ekkert gott að ég verið neitt, sko. Það er alltaf eitthvað svona... Alltaf að fá eitthvað svona... Eitthvað mjög hátt svona alert frá einhverju streaming-softwarinu mínu og ég veit ekki hvað það er. Og það heyrist ekki á streamunum. Já, ertu í leiknum með það? Nei, ég get ekki haft að bengt. Ok. Ég var að fara aðeins yfir hérna atburði gærkvöldsins fyrir þá sem mist á því. Ég reyndar náði ekki að horfa á þessa leiki, ég var að spila hann á meðan. En hérna...
Já, það var hérna, já, Warlock Carry var það ekki í seinnileiknum. Jú, þeir voru bara að buffa hérna góluminn með öllu sem þeir gátu. Einmitt. Super Helm of the Dominator, hérna. Og eitthvað. Frekar svona Það var svo flott. skemmtilegt og kreatív sko. Gaman að sjá eitthvað svona. Það var eitthvað krydd upp á þetta. Einmitt. Já, það virðist vera fullt af support pickum hérna. Spurning er hvort þessi Nyx geti verið þristur eða eitthvað annar ról. Og já, spurning hvort að Kotlin sé mittmögulega, það er náttúrulega móðin svona í þessum nýja patch. Við erum með super farming afa á miðinni. Kaupi Dagon og eitthvað. Ertu búinn Það var verið að spila þetta. Kottul mitt eða? Já, nú er þetta bara fyrsta serían þeirra sem lið held ég. Ég veit ekki til þess að það hafi spilað neitt sérstaklega. Eða þeir náttúrulega eru spila svolítið saman veit ég. Endakallinn, Palli, Dr. Death, Beefy. Pappa svolítið saman bara góða vinnir en ég veit ekki hvort þeir hafa eitthvað skrimmað með Chromium sko. Það er óvíst sko. Tókuð þau Nyxin eftir Keeper? Já. Fáránlega góður mótum. Ég veit já, það er náttúrulega Carapassið mjög öðvöld að ná góða stenna á þá og Já, ég er búinn að vera að bíða eftir að reyna að spila Nyx á móti Kottul mitt, sko. Sjá hvernig það fyrr. ég veit. Ég er svona bara eðalagt hann. Akkurat. Þetta er náttúrulega heiti sem er bara one-shotar hann í rauninni setna inn í leikinn með manaburninu og öllu því drasli. En það er, já, það er Ogre og Pangolier. Ég ætla nú að giska að þessi Ogre sé 5 og þetta sé þá líklega, já, mér finnst það mjög líklegt þessu support duo hjá Dire, Grimstroke og Ogre Matsui. Og Kotli Korúli þá. Pangoen er aðeins meira, ég er nú búinn að vera að sjá það í alls konar support og offlane og mid og bara öllu saman. Já. Þetta er mjög líklega Snorri Pangó, sko. Já, heldur það? Já. Og er hann að spila fjarka í þessu liði eða? Ég veit ekkert hvernig rólin eru hérna. Þeir geta alveg mixað þessu. Já. Ég veit bara að Hópa Harry spilaði Sekiro í fyrsta leiknum og svo Position 1 Warlock, þannig að það er kannski eitthvað svona aðeins verið að flexa þessu til eftir því hvað státtur í gangi. Já, Hópo tekur oft furðulegar heiti mitt. Ekki að fyrir. Það er þannig rosalega skemmtilegt line-up hjá þær. Einmitt já, það er nokkuð stann. Gott setup fyrir Kotlin í rauninni. Já. En já, hérna spurning hvort að, já, pæling líka með rolls á Dire sko. Nú er þetta leið ekki búinn að spila en finnst okkur ekki líklegt að þetta sé fannar Position 1 með senasta pickið og Gummi Jó eða endakallinn mitt líklega á sem Kotl og svo restin hann í 3-5 rolls. Sko ég væri til í að sjá Grimstroke frekar mitt. Já, það? Ef við taka, já, sérstaklega núna. Einmitt. Getur gert hann að Ég sterka er illu. rosa sterkt, sko. Sérstaklega með heiti svo anti-mid sem mótið getur þú farið í Axe. Já, Skeilaru. einmitt. Og hérna, þetta Axe er svolítið space. Hérna, getum við aðeins, sko, ég fattaði ekki alveg sjálfur hvað gerir þessa Lucian svona sterka. Hún er spellimjún, eða ekki? Jú, og það verður auka movement speed. Já, einmitt. Þú farið svona þetta auka buildi með Axe sem að þú getur gert Illusions af í rauninni hverjum sem er. Bara single target buildi. Og hérna, já, þessi illa er mjög sterk. Hún er bara hægt að drepa hana með right clicks og einhverju physical doti. Já, það er anti-magin. Heldur að þetta sé traditional ás eða getum við verið að sjá eitthvað spicy mid anti-mage eða?
Ég er búinn að vera að spila einhvern Echo Saber Anti-Mates mikið. Já. En á sérkleininu. Já, hann er mitt og offline en Einmitt. ég held að það passa ekki alveg hérna. Nei, einmitt. Þeir eru með 3 svolítið svona... Tvær, já. Þeir 3 til 5 rólinn svolítið svona lockdown hana á þessum Nyx A Pangolír heitjum. Já, það Ég er... alveg á því að þeir spila Grimstroke mitt og þetta er að gera það. En ég veit ekki hvort að Gummi hefur gert það. Já, einmitt. Það veit maður ekki. Mig grunar nú að þeir hafi sko verið með plan varðandi þennan Kotul af því þeir first picka þetta og gerðu það fyrir eitthvað hratt. Já. Mig grunar að þeir hafi svona verið búin að búa sig undir að picka þetta og hafa einhverja hugmynd hvað rólið þetta setja í en það er spurning hvort það getur verið flexible og breytt sig eitthvað út. Bönnin eru, já, reytinbannar P og PL sem eru bæði svona ágætt matchup á móti EM er það ekki? Já. En hérna... Svo þeir tóku Eir líka sem að countera heali frá Kotul. Einmitt, já. Og Anti-Mates er rosa góður en Kotul er svona deila broken sko. Maður hefur alveg séð Anti-Mates að hverfa Já. í öllu njúkinu. Þetta er alveg fáránlegt. Þetta er náttúrulega rosalega sterkt timing þarna í kringum, þetta er svona 10-15 mínútur eða ekki? Það sem er að farma miklu hraðar en allir aðrir. Já. Og taka Sven Lasbygg, er þetta, já, hvernig líst þér þetta pick á móti Radiant og móti Anti-Matesinum? Já, það gæti alveg unnið á einhverju tempói sko. Ef þetta er einhverju Battlefury Anti-Mate sko. Einmitt. Hann er náttúrulega með þarna, já, bara í 1v1, þá getur náttúrulega, er Anti-Mates með þarna einhvern spell-deflect sem getur sendt Stormhammerinn aftur svo sem, en Svenni er líka með rosalega mikið náttúrulega bara physical burst. Það getur verið góð leið til að díla á aiminn. Já, fólk er að biðja að hækka í mér. Já, ég er búinn að hækka, setja upp í 200 alveg, hérna, það má alveg lækja hann þessi. Já, hvað hérna chatmaður ætla að segja mér hvort það sé ennþá lott í honum. Veit ekki alveg hvað mikið meira ég get gert til að hækka. Já, getur þú eitthvað hækkað í mæknum þínum eða? Já, ég hef náttúrulega aldrei fengið þetta áður sko. Nei, kannski hækka ég bara í hljóðinu þessu mér. Prófa þetta. Það náttúrulega virkar þannig örugglega. Má sjá, talaðu núna? Halló. Halló, halló. Þetta lítur nú að vera aðeins betra. Yngva Fangirls mættir í chatið. Bara gott mál. Heyrðu, það er, já, chatmaður sem hvort að það sé ennþá látt í Hannesi. Annars get ég reynt að hækka eitthvað meira í honum. En það er Lasbygg Nightstalker. Þetta er líka móðin setja, hann er ansi sterkur, sérstaklega með þessu Echo Saber vildi sem að fólk verðist vera að fara í svona mest. Já, ef fólk vil banna heitir á móti hópa þá er það eiginlega bara Jakiro, Chaos Knight og Nightstalker. Og Warlockinn alltaf. Ég veit. Nú breyttist ekkert segja, ok. Þá ætla ég bara að hækka, já, hérna. Ok. Betur núna? Hlýtur að vera orðið gott núna. Hækka ég þér í streamgæri. Flott. Geggjað. Herra, ok. Hérna, þá kannski bara kynni ég þessi lið til leiks og leikmennina. Til að byrja með þá var það Dæjar sem eru mættir í smókang, eru mjög stertilega leitt, mörg stöðns. Það er Chromium leiða lestina hérna, hann er spilað position 1 Sven. Endakallinn á Sand King sem væntanlega að fara mid. Palli er að spila Keeper of the Light, eða hvað, nei. Palli er að spila Keeper of the Light og er með mid items. Og það er, þeir mæta þeim. Oppo voitar 1, en það er Ókar sem hleypur át úr honum, en á meðan fara þeir í kollun og ná að drepa hann. Fækinn er splittaður upp, Oppo er að berast í svo hérna.
Það er rosa axingin með Stormhammer. Doomstorming fellur. Næstokkurinn er að fara að fatta líka, það er spurning. Nei, og þeir ná. Þetta er 3 fyrir 0. Enginn búinn að falla á Radiant og Dire. Já, og Radiant búinn að driffa 3 hjá Dire. Þetta var mouthful. Já, þetta var ekki alveg eða smokið sem að Dire var að vonast eftir. Allavega fullir það bara. Og heldur áfram fætingur hérna í rúninu. Radiant ná rúninu og eru að fara að drepa endakallinu sem er. Úff, þetta er ansi sárt. Antimid sem kom með 4 assist. Yngvi og Nick sem virðist að fara mid sem ég náðu ekki að kynna til leiks það með 2 kill og 2 assist. En já, þess að Radiant megin er Yngvi og Nick sem mid sem er Unusual Record eða Snorri er á Bankolír að hlaupa offline að supporta Hope-Harry á Nightstalker. Botlane er Dubious Antimage og Almar 5000 Antimage. Já, ég er bara sjaldan, það er ekki oft sem maður sér svona rosalega level 1 fight áður en löngu áður en rúni spónar. Ég mér eiginlega bara óvart að Radiant hafi náð að fighta svona vel. Já, þeir eru náttúrulega með viðbjóðslega sterkar hetjur sko. Já, þeir eru mikið damage. Þeir eru að drepa Nyx, Pang og Nightstalker. Og já, lane matchup hérna, þeir sita, þetta er Cottle mid eins og hérna kannski maður hélt í fyrstu. Og þeir sita þetta S-killina á móti aim sem ég veit af eigin reynslu er ansi leðilegt fyrir S-gain. Þetta er svo, þú hefur kannski spilað þetta líka. Já, þeir eru að blokka kampið hjá Grey Cottle. Já, þeir eru að senda Sun King mid bara sko. Já, einmitt. Þeir sá engan Nyx. Það er verið að góða bot, en þeir ná ekki að blokka hringinn frá Grimstrók. Ég er að treyta svolítið fram á aftur, endakallið með mikið að rýt sem er komið linnið alveg upp til sín sem er honum í hag. Þannig er bara mjög leitt stönn og ekkert þess mikið kannski svona domination, lane domination potential ennþá. Þeir eru ná að rasa anti-mission alveg nokkuð vel. Þetta byrjar að vera örlítið leiðilegt fyrir Sanging þegar hann kom með counterspellin og getur byrjað að dodga stönninn. Það er að góða aftur, en endakallinn, hann líst ekki alveg á þetta bakkar út úr þessu. Kannski bara sniðugt. Topplinn er líka komið alveg inn í turn hjá offlinerinum. Já. Efstur í séð sem er Nyx á mitt. Hann er 15 á móti 8-0 og við komum með 16 aðeins. Það er svo langt cooldown á Carapace'un, hann á bara að vera að blasta þessu og kaupa nú regen á Cottlinn sko. Einmitt, það er 20 sekundur á móti. Hann er eitthvað hræddur við þetta. Akkurat. Já, annars er Anti-Mage'in með ansið gott CS. Hann er með nóg fyrir hringnum nú þegar. Og já. Topplinn hefur verið að fækja 50-50. Það er eins og gerði virkilega á Hóker-matchaðinn. Bankolín hoppar inn og fær gott damage reduction. Það snúið svo við með stönnu, hann er umsvegar low en á hopp tilbaka. Hoppa er bara að lemja Svenninn tilbaka á meðan. Og já, við komum með Bracer og erum með þessi gott svona linsustein á næstakarinnum. Þó þessi bara dagur. Það er eitthvað að vera að treyta spelum á bot, en endakallinn er alveg áður mann á smóldreikunum. Getur lítið gert. Hann blokkar aftur smálkampið hans. Jesús. Það er greinilegt að, já, menn vita hvernig þetta Cottle mid dæmi virkar og eru alveg tilbúinir með einhverjar lausnir gegn því. Jep. Þetta er náttúrulega svona dæmi sem er kannski aðeins. Þetta er vissulega fyrirsjónlegt, bara svona út frá því að allir eru að gera þetta í public.
En hann er rosa góður á fjarka og fimmu líka, þannig að það er Já, alveg einmitt. hægt að spila. Já, akkurat. Kannski ekki 100 í hættunni þó að þessi Kottul eigi smá erfiðan leik á miðjunni og hérna. Hann mun alltaf vera með gott utility í rauninni. Svolítið low á topplinu en ekkert kill ennþá. Já, já. Spurning hvað þessi, já, nú er ég bara að spá í þessum Samking fram og aftur. Sem virðist að vera að rössa bara Arkin bootsana. Það er svo sem bara gott mál. Geta þessu steina harassi sér. Það er verið að góa á afturstundar á breysunum. Anthony hoppar inn á meðan. Ég kemst rétt svo út og báði þessu bortanir lifa. En Anti-Mage já, við hesta hilsu og meðan hinn eru svolítið low báðir. Meðan þetta var í gangi þá misti ég að kill á topp. Það var Fannar sem fjall mútið næstökar og Pango. Nöttin kom og þeir hafa kyrt í hann bara. Hvort hann hefur kannski verið eitthvað permanenti, maður veit ekki. Já, bara nighttime rushið. Nú erum við báðir komin í level 6 á mid. Kollin er búinn að ná að lúka Ingvar talsveit niður en hann er næra roomkontróla og fær return sem er þessi eppilegt fyrir hann. Spurning hvort hann sé að fara að reyna eitthvað að sníka upp á Palla og drepa hann. Það er hann að sendri til að taka smólkampi út. Þetta er svona kannski smá in vain núna að vera að byrja að fara með smólkampin. Já, hann á bara að vera búinn að stakka þarna heina kampana uppi. Einmitt. Já, outpostinu, hann getur stakkað 3 kampa í einu. Akkurat. Það er verið að góða topp. Krámið hans er low, en þeir eru 3 á staðinu. Góða tilbaka á Pangolínin og næstökinn keyrir bara í Grimstrókinn drifur hann. Alveg að deyja. Pangolínin, Krámið mér að leita á hann og meðan kemur Hópaharri með nóttina uppi. Gerir rosalega mikið skada. Það er eitt ekki viðbót, nær honum. Hann er alveg... Þetta er rosa microplays hérna á topplinu. Ég bjóst ekki við að þessi næstökka væri að fara að keyra eitthvað inn en hann poppar öllu drasslinu sinni bara og drepur alla á seflinu. Jep. Þetta er hans eðlis þessi hitja. Það er ansi erfitt að díla hann ef hann kemst á svona gott ról. Mun líklega að vera með mjög early echo sem verður að senda heila Facebooks til sín. Og já, stöðunni hann geti tempokontróla ansi vel. Svona næstu 10 mínúturnar með þessu starti. Botlinni er líka svolítið suffer fyrir Dire. Það er endakallinni bara level 4 á móti level 6 Anti-Mage og level 4 AA. Sko Grimstrók, mér finnst hann að vera að stakka meira ancient hana. Lega Samking bara að fá meira XP. Einmitt. Þessi hann þarf að fá eitthvað svona til að comebacka. Já, einmitt. Ég er að spila eitthvað svona economy leik og Já. miða frekar á eitthvað svona hérna, meira mid-game timing heldur en að reyna, já. Já, í laning fyrst var hann bara búið eða hann í byrjun sko. Þeir eru allir bara að vera að pæli að stakka og Einmitt. mjúka þessi lanes út. Svennin er komin í jungle, hann er bara með hérna, mætti með threads og 3 level klíf og það er bara allt í góð með hæsum. Hann liður bara vel í junglinu. Þetta er að góða mid. Það er 2 supportar á mid, á sem Palla, ná silence á Ingvar sem nær Karapassinu. Er frekar low. Það er annað silence á sig, er það fólk að upplósa? Nei, virðist það ekki, hann er ofhæður. Nær ultinu og virðist að hlaupa aftur inn, ég myndi double damage í gangi. Karapass þetta, já, hann á stun, hann á mana burn. Hann bara spyrir hit, nær Palla, greið Palla. En ekki mætur með hann líka og hann ætlar að drepa einhvað. Þannig að það er... Það vantaði solobændi þarna. Já, einmitt. Já, Það er rosa sterkt til að reitt. já, einmitt. Það tók ekki solobendið einmitt. Það er náttúrulega svolítið gott fyrir þetta chase. Já.
Og meðan fær næstokkurinn bara fritt lane hérna og líklega bara að fara að reyna að drepa hann turn. Forma þetta blessa Echo Saber sitt. Hókurinn ætlar að hlaupa upp og reyna að fá smá XP. Fá alveg 6 sitt á hans að deyja vonandi. Annars eru þeir eiginlega bara mættir inn í triangle að það fara að stakka eitthvað núna sem bara pyramid. Kannski stunnar eitthvað bort, neina aðeins að gítla anti-mage en hann líka góða málum, manarhing og alveg ölsju. Nú er solobændi komið og þeir keyra á Nixin, hann er með illusion, hann er að dodge stannbaldin og það er ult tilbaka, líst vel að palla, ná 2 stönnum, öðru með rúlinu en eitthvað lítið eftir í hérna gastangnum og láta hann vera í bíli. Þeir eru bara mætið 4 mitt. Yngvi skarabissar að báða en líklega geta að fara að gera neitt mikið með það. Já, það eru 5 mættir, Skorpjónin kemur líka. Ég ætla bara að standa hérna á Sandstorm og fá eitthvað farm. Þeir setja nú Sentry á Radiant og ná Karabassinu. Þegar stönn, það fengið ná stönnið, það kemur Solbæn tilbaka. Þetta kannski góðar á Fangóin sem er silensaður. Þeir ná að connecta með hringnum. Svo springur undir ekkert, þeir bara eftir fyrr. Kottl til næstum því að Karabassinu og nú ætlar næstakar Kerin, hann er allt í gangi og næra stoppa TP og drepa Keeper. Og þeir eru eiginlega ekkert róði í þennan næstakar menn allt er í gangi. Alltaf ekki þessi supportar. Já, þetta er röf. Það er bara dæmi mitt. Nátt hann anti-mage á. Já, hann náði hann anti-mage á. Það er, já, Þórir Legend á mitt og næstakarinn með Flying Vision. Flýgur hann bara yfir sér supportarna og þeir deyja allir og turnin líka til að falla í kjölfarið. En já, hvað sér fjall anti-mageinn á bot? Já, einmitt, hann er komið eitt döða. Sérstu eitthvað hvað það var? Ég sá það ekki, hann er komið bátt fyrir þannig að hann skiptir upp. Já, það stoppar ekki tempo aðeins kannski mjög mikið. Já, Keeper er komið, hann er nú komið eitthvað items þrátt fyrir allt saman með Travels og 3-0. Er að þannig kjúða upp dagunni. Og já, hann er bara ég get ennþá haldið triangle-num, left sennum að forma einsendana sem er mikilvægt fyrir hann. Skein stendur hérna bot og er bara að púsa út leininu. Nálgast blink hjá honum sem er ansi gott. Já, Keeper þetta út og það er pós. Já. Hvernig, já, hérna þetta er 13-3 fyrir Ingo og Go. Já. Spurning hvað þessi leikur hefði verið, er ekki allir dáið hana í byrjun? Já. Ég sér það ekki oft. Einmitt. Næstulega það er annað liðið smókar inn í hitt. Með svona mörg stönnarlega leit, þá er það ekki alveg það sem er býst við að þetta er degi 4. Já. En hvað það? Þessi dagir lest keyrir áfram og endagallin er verið störa lastastjórun ég er. Það er eins og að Nix mættur inn í triangle-un, eitthvað hýtlast í fannari. Snorri bróðir rúlar inn, ná rosalega miklu lúki á Keeper og hann er fast við steganum. Spurning hvort hann nái þriðja rétt þannig að dodja dótið en hann hoppar á hann og deyr. Fannar er eldan alveg bandbrjólaður, nær honum ekki. Ná stönnar Nix sem á ekki Karabass en hann á stönn, stoppar alla af. Spurning hvort sé eitthvað meira follow-up, þeir ná litlu stönni, eða slói og blink stönn frá SK. Þetta ætti að vera mótt að drepa Ingva. Hann fellur og Fannar frá stæði sem að hann tekur glaðlega við, býst ég við.
Já, þessi Svenni nú alveg eiga leik, þótt hann sé örugglega ekki með hæstan eftir því hérna á öllum, en hann er rétt slefa fyrir aftan Ingva. Já. Sven vill nú vera aðeins á undan þessu tíma, en Einmitt. Já, Anti-Mage væntanlega er að fara átfarmann svolítið bara út frá þessu blinkið. Þeir eru nú báðið með gott klíf flash-running dæmi, en það hefur verið að góða bot. Krómið sér ekki samt í, en einhvern er alveg burtu. Við erum að reyna Karabassin eitthvað nægt í. Krómið fættir næstum því, en þeir eru beitan virðist vera. Krómið snýr sig bara við pappa vondirinn sinum og drepur eitthvað. Þetta var nú, já. þetta var flott. Vel spilað bara, eða ekki? Gott beit þarna. Flott beit. Nixon. Þetta var kannski Næstokkarinn poppar öldunni sinu til að allar gera hittirnar í eitthvað. þetta. Sér það eitthvað, góður inn á palla, greið palla og Leppurssoninn rúlar inn og ég bara hjóla inn með öllu og það er voða lítið kampplay hérna. Bara að falla inn á öðrum. Ekkert standstorm á Sandkingin og það er bara... Já, ég veit ekki. Þeir eru ekki mikið til að stoppa þessa kistlu frá næstokkarinn og pangóinum. Já, þeir þurfa bara að spretta sér aðeins út og Já, reyna ekki Sandking Kottul geta svona húsað þessi lane svo ekki fritt út. kannski aðeins að passa sig hvaða fætir eru að velja að taka. Chromium sem betur verið var ekki í þessu, hann var bara að lemja creeps í jungle. Hann er svona líflínan þeirra kannski svolítið í þessum leik eins og er. Setti Akko sig fyrir honum. Hann mun líklega þurfa að taka mikið þátt í fætum til að tapa ekki öllu map-controllunum sinu. Það er að góða mitt. Hann á rúll nær því, en hann er alveg að deyja. En kemst í burtu verið þurfa allar bara að törna við. Nixon jumpar á skóldregan, stendur tilbaka og já, þeir gefa hann bara, en spurningum það sé meira. Svenni sem við með Gosling, hann er stöfnaður, þannig að þessi mörg stönn henni í búði. Er að bara að proka cold feet, fær lítið heal frá Gotlinum, en Radiant tristir sér ekki í að klára hann verið þeirra. Hann þarf kannski svolítið mikið bygg og bet til að ná að lemja eitthvað í þessum fætum. Já. Það var hræðilegt. Þetta var disarm hjá Pango. Já, það er disarm og Öll þessu stönn líka. roll slow, cold feet, möguleika cold feet brokki og náttúrulega bara, já, allt damager og Nyx og Iceblastið og allt þetta drasl. En ég meina Sven er hetið sem er þessi góði að punisha einhvers konar out of position klompi svo sem, þannig að það er ekki útilokað að hann ná einhverju stóru turnaroundi ef að Radiant er eitthvað bara aðeins og glaðir í dæfinu sko. Það er smokja Radiant og þeir mæta allir við það nema Anti-Mage. Það er komið Shadowblade á næstokkarinn, hann skátar Bóminn smokar, það er ábyggt að finna Ogreinn sem er nú kannski best að hitta hann. Já, það er kannski þykir vænt best að missa hann frekar en kúranu sína. Næstokkarinn poppar öllin til að drepa kúrjana Sven. Já, hann var ekkert á þessum kúrjar og þeir ná stönnan, en er eitthvað follow-up? Nei, hliðið er bara ekki sæl. Og þeir finna palla þar og drepa hann. Chromium hörvar. Það er rosa aggro og nú er Anti-Mage mættur líka, en er ekki komið Manta, eða kannski er Manta á leiðinu mögulega. Nei, það er SNY. Já, það er annað kill. Drepa Grimstrókin. Þetta er rosa geisla í gangi núna hjá Radiant mönnum. Við stoppar á í bili, þeir eru nú ekki með eitthvað það mikið tower push, þannig að við erum að drepa til hann að þessum tullu niður. Nixon stendur hann bara top
upp á stíðanum og ögraðum. Sportar ekki neina nárum en upp á stöðunum. Það einhver turnaround hérna. Með Karapassið. Það pop. Blink pop og það stendur. Æjæjæj, Sven stöndar sjálfan sig að mennfæta og þeir ná næstögnum niður og Nixon innvis nær öllu draslinu á Sven. Sven lemur einu sinni og þetta ansi gott klamp hérna. Þeir eru allir alveg að deyja. Þeir eru búin að yngva. Anthony blinkar út í lokin kemur aftur inn. Þeir eru að fæta Beefy. Manowit gerir ekki mikið. Hann takkar jumperinn á eftir honum. Það er mér rosalega low. Hann vantar 1 núk upp á hann degi. Pattan fullur. Og ég ekki frá því þetta hafi bara verið ágætt fyrir Dyer fyrir utan það að Sven dó. Já, öll svona trade er náttúrulega vinn fyrir það. Það ekki? Jú. Þeir fá náttúrulega eitthvað svona rubberband effekt frá því að drepa þessar heitir sem er svona langt á undan og sportregin eitthvað að leita anti-matchin. Anti-match sér við honum, ætla ekki að hann færa á einhverju frí pick-offi, komin inn í Woods og bara senda sér salv. Já, það má ekki hægt að fara normal. Regeneration. Já, Sven bara töltir áfram í 8 pick og BA, það nú einhvern svona powerspike fyrir hann allavega. Já. Hann náði nú að gera talsveit mikið damage þannig að hann áttur að tanka rosalega mikið abilities. Það var meðal þessi stönn sem að Anti-Mitch náði þess að counterspilla. Já, það var leiðilegt að sjá, en ef hann að feika sig áfram með eitthvað blink, BKB og svona, þá getur hann orðið of mikið fyrir það. Einmitt. Og þetta er náttúrulega, ef við horfum á Radiant heiturna, þá er þetta allt heitur sem þurfa í rauninni að þetta er náttúrulega melee heitur sem þurfa að hoppa inn og kasta spelunum sínum close range, sko, þannig að það gæti verið Svennum í haga ef hann kemst í eitthvað late game situation. Já, Snorri stendur hérna eitthvað á kliffinu og er bara tilbúin með blink og rúll. Blinkar út, hann er með eitthvað svona, hann ward þannig inn í triangle-inu sem er ekki búið að djúrda. Rétt fyrir utan hérna þessa 2. Þetta er eitthvað stundið Jerax stemning í þessum pango hérna. Að grillja þeim. En já, við erum ekkert búin að kíkja á þetta build á Nyx, hann hérna er náttúrulega mid, með talsveit mikið á farmi. Þannig að við erum að fara í Kaja Sands. Já, með trommur, sangi, vörn og það er smoke frá Dyer en Nyx er að poppa það, þeir sjá þetta, Pango ívar úr lífið en Dyer er að bakka, Kalli byrjar að hlaupa inn. Það er go, þeir ná Sun Kinginum, Kalli kemur inn. Þeir ná að binda rúlekallinn. Tveir döðir hjá Dyer og þeir ná 3. Smoke backfire talsveit hjá Dyer og nú er Romi í matselinum, hann er disarmaður með kortinu í gangi en hann er ekki lemja neitt. Dúbju stelur rampitinu frá Hópa Harry þannig að það komið 4 kill hana. Svonum Anti-Mitch stíl. Þetta var ljótt að sjá hjá Dubious. Já, þetta hefði verið fyrsta Rampage mótsins. Já, og þetta er bara ennþá meira lít fyrir Radiant. Mitch er einhverjum 400 fulli yfir Svenninum sem var að deyja. Ég er nú ekkert á leiðinni til að býja á Anti-Mitch. Bara okkur í passir, þetta er einhver svona kynslu bildsóti hjá honum. Skrítið bild. Þetta er góða mantalegur, þannig að það er eitthvað léttir yfir þessu. Já. Krúmi keirir bara hérna inn á eftir Anti-Mitch. Svona botlininu sem er mestur og frekar safe, þar sem að Radiant heitur eru allar staðsettar hérna inn í Woods á Dyer og í kringum tier-twitterinn. Það eru frekar ólmenni að finna ykkur kills.
Já, það er eitthvað standoff hérna í siktinu á middturninum. Sýnist mér. En það ekki. Þeir smóka aftur. Vilja fá okkur kills. Það er ekki með skita, hann ætlar að klára að byggja bíða sitt bara. Skil ekki alveg það smóka, hann er Já. ekki klára bara item. Þeir eru nálægt Axe, bæði Sanking og Kottul. Mitt, það er breyka hérna. Eitthvað B. Breyka smókin bara svona. Þannig að Það er ekkert mál fyrir að farma. hætt við þetta. Það er rúla bot. Þeir eru búin að finna Chromium sem er bygg og bílaus. Hann er einu sinni að næra að dodja moldröppuna en nær honum. Mittað hann það 3 í killið. Og nú er hann farin að eiga ansi erfiðan leik á sannum. Hann er liðan sem meitt og virðist vilja eitthvað. Grímsdrokkinn er með hringinn og sjálfum sér en það var ekkert sem bauðst þar. Einhver hleypur á eftir þeim. Rúlega brólaður. Ég er að spila hans í góðan svona aggressiv spacemaker einhvern veginn. En virðist að hann sé að fara að falla hérna. Ná linka báða og ræðinir falla. Nú kemur næstaklega mjög reiður. Mjög farmaður. Hann bara springur algjörlega sportdrykkinn. Hann er að bassa Grímsdrokkinn og lítið eftir að hans lífi býst við. Eða hvað? Hann Með miklu meir. 500 damage. Svona er að djúka. Ef það kemur Ice Blast, er hann að fara að negla hann? Nei, hann djúkar allt. Vel gert að Grímsdrokk. Það er rósur núna. Já, það er spurning hvor er meiri karri hérna. Er það næstokkarinn eða Antimaginn? Og það er að falla hérna. Það næst fólk að fara í þetta build, þá er late gameið frekar secured líka hjá þeim. Radiant. Þannig er eiginlega bara svona karri á hérna sama skala á einhver Svenn eða hérna einhver svoleiðis setja með þessi item. Það er gífurlega mikið dæmi sem hann fæ frá þessu allt í öllum þessum talents. Svenn er komið BKB, þannig að þeir mun nú reyna eitthvað. Það er eitthvað góðan fætt með þessu. En hann þarf að ná ansi mikilli vinnu úr þessu BKB til að jafna þetta út þessu staðinu núna. Þeir eru Já, svona þetta er... Það var alveg 2 item í viðbót eða eitthvað til þess að geta karrið þetta. einmitt. Hólfarpinn er komin inn, hann er stömmaður og sýnist er alltaf að ná honum hérna. Meðan er Chromium mannfætt að hoppa harja og hann nær honum niður með BKB-inu sinu. Þetta er nú ansi gott, en nú mætir Anime og Antimaginn inn, en hann er stömmaður og er að fara að falla einu sinni. Spurning hvort hann á að change-stuna eitthvað eftir ageið sinn. Það er búið að setja hringinn á endakaldinn, en hann er ekki perfect time að hann nær út. En þeir ná silence á hann. Setja annar stönn. Hann fær Stormhammerinn tilbaki í físið og þessi Antimaginn er hólpinn. Ok, þetta var nú eitthvað svona líflína. Skrifum næstu fengurinn að ég drepa hann næstókar, er það ekki? 600 kalla Chromium. Einmitt. Þetta er nú bara, já, þetta getur nú ekki, ég óska sér eftir mikið betri fight en þetta með BKB-inu. Kannski að ná, ef Antimaginn sér ekki verið með Aegis var ennþá betra. Þeir eru alveg með lockdown til að ná þetta mjög niður. Það er Go og Chromium. Læna Iceblastinu vel upp og það er bara... já. Moldorfinn er mætt. Þeir ná að linka á saman þannig að þeir eru fastir, bræðirnir. Og lampinn yfir. Þetta er mikið kontról en það er eitthvað að sé eitthvað damage í búði. Þetta kannski mætir inn með allt í og nær niður eitthvað. En... Þetta er beltist þér ekki moldarpa, segir Robert. Já, ég tek það til líðigunar. Já, tjónar. Já, en... Já, það er kannski mikið meiri búið eftir að Svenn er döður sem er aðeins stilleginu þeirra. Þeir poppa öllum á næstókir. Við erum að tjekka hvort það sé eitthvað fireblocks í búið. Hvort það ætla að vera þetta rax. Glyphis toppar á.
í bili og það er góð gumma og hann eiginlega bara fellur þessu silensi og Grimstorgin fórsötaður. Það er eiginlega ekkert til að stoppa þennan mann þegar hann er fljúgandi yfir eitt þeirra. Það er ótrúlegt. 500 damage. Það hendur niður alla. Það er vissulega skæðir. Já, nú er spurning hvort að hérna er að Viki sem er að fara að mæta, fyrst að ég á seríu þannig klukkan 9. Það verður smá skipti á streaminu mögulega eftir þennan leik, já, ef þetta fyrir eitthvað mjög lengur. Eru þið að spila líka? Já, við erum að spila hérna við Músastakki núna klukkan 9. Já, ok. 3 seríur í gangi á það saman tíma. Já, einmitt. Og þið líka, er það ekki, klukkan 9? Já, jú. Þannig að Viki þarf að fara að taka geflunum bræðum. En hvað með það? Krónum er komið með Crystallis. Búin að kjúa Crit. Er þetta rétta hugmyndin? Já, þetta er bara svona solid. En ég verður að sem menn líka fara í Silverset, sko. Einmitt, já. Ég held að Daedalus Blink væri samt best, sko, já. Einmitt. Bara ég með Blink núna, alltaf þess að fara inn með getur hoppað inn með Inksvelin og follow upp á Sandkingstunni. Það getur tekið bara Antimage út hann, held ég. Þeir eru mættir í Smoke aftur. Já, það verður bara hann er samt með Spiderlegs. Ætlar í Bangoinn en hann er að blinka út og þeir finna hann ekki. Því miður. Já, ég skil ekki akkur er Sandking fremstur. Já, einmitt, það er kannski besta kattseljan. Já. Antimage er mættur, hann með Swift blink. Það er áhugavert. Og það er eitthvað smá stand-up hérna. Nixon er mættur, komað með Kaja Sangi. Það er catch á einn. Hann getur pickað til að breyta. Hinnir eru reddi að góða inn, en er eitthvað smá evins. Næstaklega kemur fljúandi, er inn við þessu. Það er hann góðu tökum á stöðum til að fæta inn. Það drepa 2. Án niður Sandking líka. Dómium hins vegar er sterkur og er hann að standa í hárinu á hópa Harry, en næra hann ekki niður og hópa nær að koma sér þannig og hýla sér alveg. Ok, bæbakar ásamt Palla, en þeir ákveða að típja ekki inn í fæðin. Það er alveg góð ákvörðun. Núna er Ingur mættur og dreipir Palla strax og hann hleypur út úr beisinu. Já, þetta lítur út fyrir að vera stutt eftir. Ég vil sjá Radiant bara að fara að reyna að klára hann leik, sko. Þeir eru það langt á undan. Já, það er komin í eitthvað svona kaupa styrkling Komnir í Swift Blink Anti, já, þetta er svona smá spur í gangi. Það er ekkert gott lengt jafnvel þegar að spóna hann, það er mjög ólíklegt að ná eitthvað fæt á það. Hins vegar er tier 2 til gott hlaupið, en það er ná ekki mega grípa í þessu atriðinu. Nix er að stunna SK-in en gerir lítið meira. Antimage er konginn, hlaupið bara við ráðum tier 2 svo flexar counterspellunum sínum. Já. Það er bíli endakallin góður inn. Stort stun en nær ekki einhvað. Krómið með líka mættur. Karabás er alveg að koma og hann nær stunninu. Þeir eru núna að koma út á hann meðanlega. Hitt eitthvað. Núna kostar mér þetta. Ég vil ekki fá eitthvað meira út úr því. Já. Hvað er að vera að kaupa hérna? Menni, það er komið Satanic á Antimage. Bassir Blink á Aganus á leiðinni á Pangoliðin. Beltistífið.
Já, Kotlin með Axe, hann er nú ansi fátakur eftir að þetta bæbaka er orðin eiginlega bara svona búin að detransitiona inn í eitthvað position ról svolítið. Já, Radiant's top tower is under attack. It shall encroach no more. Kotlin er þá 7 sekundur að BKB einu sinni sem er nú alveg tími til að gera eitthvað og maður sá nú að hann var að ná þessum næstlokar alveg niður þannig að þetta fight. Vantaði bara aðeins upp á, en núna er næstlokarinn komið Butterfly sem að gera hann eitthvað erfiðara fyrir. En það er góð, ná eiginum. Góð lampi á 2 og gott mæn, en þetta úr því strax. Þetta svo bara einhverju palla, ókennum við að vera næstur í dagskrá. Beltistýrið að brjála, lupa á Krómnum sem nota BKB að setja og byrja að mænfæta Útviðs, en eittir við, hvernig típi út. Allir eru á flotta. Þetta er næst henni á þú veist ekkert föstur í blóði. Eitthvað bara típja út, það veist vera. Nefn það nei, næstum í Garabas. Dire's top tower is under attack. Já, þannig að þetta lukkur út fyrir að vera senasta raxið mótsefnum fyrir Radiant. Það var nú kannski fyrir að styttast þessi mikið í lokin. já, Game 1. Og fyrir að styttast í okkar seríu sem á að byrja eftir 3 mínútur. Ég og Hannes erum ekki bara að keppa móti hver öðrum en við erum að sitt hvoran leikinn. já, þeir geti nú bara farið að þróna þetta allir. Já, snýr uppi á dagir og hérna, já, ekki mikið möguleikum hérna. Þetta kýpar sem ég hoppar inn. Og já, Svenni dauður og góla kikið bara rétt gól held ég í þessu stuð og það er 1-0 sér bestu 2 seríu fyrir keppni átt. Já, það var nú bara nokkuð kom vind sín leikur, er það ekki? Já, þetta var ég finnst þess að þeir hefði getað klárað hana fyrr sko með Já. þetta lít en Einmitt. er það eitthvað aðeins að prófa sig áfram í itembuildunum. Já, það er mikið að experimentandi. Er eitthvað svona hérna, já, eitthvað svona major sem við tökum úr þessu, er þetta aðalega bara lega litið heldur eða? Já, bara line-upið eitthvað, ég veit ekki alveg, ég held bara Já. svo að fara á sínar hitjur mitt og Einmitt. Það var kannski getur aðeins, kannski snowballað eitthvað leik eða eitthvað og gefið fannari space. einmitt, þetta Já, er hann kannski hefði verið svona- samking mitt, þú veist, í þessu leik, ég held að þeir eru alveg geta gert eitthvað skaða, sko. Einmitt, hann er náttúrulega svona high tempo spilari gummi sko og er einmitt best geimdur kannski á þessum aggressive svona space making hetjum sko. Já, En já, þetta eru líka kannski bara smá hérna, starting svona hiccups hjá liðinu þeirra. Þeir eru ekki búin að spila neitt örugglega mikið saman og svona, eru kannski aðeins að finna út hvernig þeir vilja gera hlutina. Hinnir Get Me Out eru búin að spila allavega eina seríu saman og eru nú alltaf að spila saman þannig að já, ég veit. þannig finnst mjög eðlilegt að þeir séu með svona stærst synergy bara off the bat. En nú ætlum við að skipta yfir þannig að Viktor mættur, ég og Hannes ætlum að fara að drulla okkur í seríunar okkar og já, við þurfum hérna, það er ég býst við nú að Viktor ætli bara að covera Game 2 í þessari seríu til að byrja með en hérna já, ég þakka þér bara fyrir kokkustið í bili Hannes Takk sem leiðis. og hérna já, hvað gefur liðrinni? Sem leiðis. Thank you. Ég ætla að restarta, já, ég ætla að restarta streaminu og þið fáið Viktor hérna eftir smá. Takk fyrir mig.